Heyrðu, dásamlega að fá þig í þáttinn, Bubbi. Já, bara... Hvar byrjum við? Það búið að vera svolítið streð fyrir tónlistamenn í COVID-inu núna. Rosalegt, það bara tekjufall hjá öllum bara upp á 99%. Og hvað gera menn þá? Ja, ég svo heppinn sko og nýt þeirra blessunar að ég á heiðurslaunum Alþingis. Þannig ég með laun. Kona mín í vel launu starfi og en kollega mínir, bara stæðstu hluti þeirra, þeir eru bara í frjálsu falli að vera gjaldþrota og það eru konir að verða 8 mánuðir án þess að hafa eiginlega nokkrar tekjur. Og ef það fer ekki að létta til að það sé hægt að hafa, við þurfum 500 manns og þá erum við hérna Samkomubannið þar upp í 500? Já, þá koma tekjur. Okay. Og það sé val hvort þú vilt hafa meter eða ekki. Þá erum við bara þá koma tekjur. Væri ekki sniðugt sko að því með svona einhvern veginn har ég ákveðið mörgum geirum, þá staðan þannig núna að margir eru bara á leiðinu á atvinnuleysisbætur, en ekki miklu sniður að frekar en að fólk fara á atvinnuleysisbætur og jafnvel festist þar að ríkið borgi fólki fyrir að vinna vinnuna sína. Þannig að það komi til eitthvað svona smá styrkjakerfi á meðan þetta ástandi. Við erum að vonast eftir sko að ríkið geri það sama og Danir, það er kallað danska leiðin. Okay. Að þá það bara þannig að þú skilar af þér þar til gerðum pappírum, skattaframtali, hvað þú hafðir í tekjur, hvernig sem sagt seinustu 3 ár hafa verið hjá þér í tekjum, svo færðu 80% af því. Og það væri auðvitað alveg frábært, alveg brilljant, sko. En svo vitum við líka, sko, hér barist hverja krónu og svo eru lobbyistarnir út allt sko að vinna sína vinnu en málið það sko við verðum að horfast í augu við það að þegar það sagt við einhvern þú mátt ekki vinna það tekin af þér vinnan það það sem ríkið að gera þeir taka af þér lífsviðurværið og hvað þá? Já þá náttúrulega væri hægt að segja á móti á ég að borga skatt á meðan á því ástandi stendur? Rétt í borgin? Ég meina, hvernig náttúrulega að borga skatt að þú ekki minna henni tekjur? Þetta alveg galið. Þetta galið ástand, sko, og ef einhver bankar upp að bara, heyrðu hérna, þú mátt ekki vinna. En Jón Karl hérna við hliðina ekkert mál, hann má fara í vinnuna. Hvar eru við staddir þarna? Þú veist, þetta mismunun eða... En þegar þú segir þessi barist hverja krónu, þá það samt þannig og á endanum náttúrulega höfum við komið okkur saman að vera velferðarsamfélag þar sem allir eiga að geta átt þak yfir höfuðið. Þannig á endanum færi þetta fólk þá krónundar sínir gegnum atvinnuleysisbætur sem miklu verri lausn. Miklu verri lausn og sko, en sko, sjálfstætt starfandi tónlistarmenn í Íslandi, þeir lenda milli skers og báru, það bara svoleiðis og stór hluti þeirra ekki einu sinni á atvinnuleysisbótum. Þannig að við erum að glíma við sko, ég tala oft að sko þessi tegund tónlistarmanna, sjálfstætt starfandi, það séu sko, við séum hinir ósýnilegu sýnilegu. Við erum sýnilegir þegar allt í gangi og þegar allt í blóma, en þegar svona hamfarir verða, þá verðum við ósýnilegir. Við bara hverfum. Og hérna, og það bara eins og svona, já, bara, það einhver hópar hérna út í briminu, sko. Bara, og þannig að þetta og síðan, sko, eins og kannski bara, hjá mér ef ég að spila í Hörpu þá sko það starfsfólk hjá Tix sem að tekur inn tekjur vegna þess að það verið að selja miða með mér
það svo nánast á umhverju mitt, það umbóstmaður, það hljóðmaður, það sviðismadur og ég bara tala mig einan, síðan allt starfsfólkið í Hörpu það kvöld sem bara hverfist mig og stóra sviðið. Allt þetta eru tekjur og síðan sko veltur það svo áfram út í fjölskyldur, út í þetta, út í hitt. Ef ég er með hljómsveit, skilurðu, þá erum við farnar að tala sko gítarleikara, bassaleikara, trommuleikara, hljómborðsleikara og svo afleiðina því. Þannig að við erum og svo erum við að tala tækjaleigur og við erum að tala ljósamenn og þannig að við erum farnar, sko, þetta verður alltaf, sko, þetta ekki bara einhver einn tónlistarmaður. Og ef ég leyfi mér að tala þetta, sko, þá mjög algengt, sko, ég fæ bara þetta hérna, sko, heyrðu, halt þú kjafti hérna, við erum að borga launin. Það bara, sko, mjög algengt. Það svoleiðis? Já, ég fæ alveg helling yfir mig. En hvernig, ég veit að þú ert ekki sóttvarnalæknir, en núna til dæmis eru komin upp, þegar við erum að tala saman, þá eru komin upp fleiri smitt innanlands, þó það sé hálfpartinn búið að loka landamærum. Verðum við ekki að fara að læra að lifa með þessu? Það gæti verið komið að þeim tímapunkti að við verðum bara að segja, heyrðu, við verðum einhvern veginn að láta, sko, við getum ekki, sko, haldið hópum frá því að stunda atvinnu sína í hérna 1-2 ár. Það bara ekki hægt. Einmitt. Þú getur það ekki. Það er bara einhverjum punkti komið að því að það þarf bara sjá til þess að verja mjög vel veikustu hópana, allir reyna að passa sig á sínu persónulegu sóttvörnum, en þetta ekki að fara neitt, þannig við þurfum að læra að lifa með þessu. Ég held að það við sem komnir erum að koma að þeim tímapunkti og hérna ég grínast oft með sko, að ég orðin soðinn undan hringnum, ég búin að sprita mig svo mikið að hérna, en ég setja á mig krem líka sko, en ég að sprita mig sko bara í morgun, ég hérna fer í ræktina, ég labba inn, ég sprita mig í andirinu, ég fer inn í klefa, ég skipt föt, ég kem niður og ég sprita mig svo aftur. Síðan ég að spritta all tækin sem ég kem nálagt, þá ég með bref og sóttvarnaefni og svo spritta ég hendurna þess á milli og svo þegar ég búinn að æfa og þegar ég að fara að labba upp í klefa, þá sprittaði mig aftur, svo fer ég upp í klefa, klæði mig og leiðin út, sprittaði mig, svo kem ég hingað og spritta mig því ég fer út og svo þarf ég að fara niður í bæ og eftir, niður í stúdíó og þar þarf ég að spritta mig og svo sprittaði ég mig á leiðin út þaðan. Þannig að þetta mikið að spritti? Já, það mætti kannski halda að þessi fyrirsögn fræga Bubbi fallin að hún sé raungirast að það væri tekin blóðpröfu af manni hann bara, heyrðu Bubbi minn hérna, ég held að þú ekki að keyra núna En ræktin, þú ert býsna stabíl þar maður enda lítur mjög vel út. Já, takk fyrir það, já, ég mjög duglegur, ég hérna sko, ég hef alltaf ég byrjaði auðvitað í ræktinni sko það kom þannig til að í Danmörku var ég á Aarhus KFUM, ég var að læra box og það gaf mér að því ég mjög trámaður einstaklingur og kemur úr þannig umhverfi sem barn og allt í einu fyrir utan gítarinn sko, þá var ég góður í þessu og ég fekk hvatningu og allt í einu bara var ég á level með öllum hinum, ég var ekki lúser í bekknum eða skriftblindur eitthvað, bara hei, þú veist, geggjað og ég bara beit í mig þegar þetta er eitthvað sem ég ætla að gera skilurðu, en hvötin ótti, það óttin sem rekur mig áfram í gimminu. Ok, óttin við hvað? Og bara ótti við allan ánskotan, þú veist, ég kem upp úr alkoholisma, ég misnotaður og ég misnotaður bara á þessum tíma í rauninni, nokkrum árum á undan
og þetta bara færi mér sko þetta flóttaleið og svo dræfar þetta mig áfram, mér finnst þarna fæ ég eitthvað skonar friðþægingu, mér líður vel í þessu og þetta gefur mér aukið sjálfstraust, þetta gefur mér svona bensín að maður á meðal manna og allt það og síðan bara hefur þetta fylgt mér alla tíð nema forsendurnar auðvitað hafa breyst, skilur í mig. Svo fer ég að æfa ólympískar lyftingar og kynnist miklum mestara Guðmundi Sigurðssyni sem að tekur mig að sér og þjálfar mig og gefur mér húsaskjól og þar ég líka á sko sömu forsendum. Það eitthvað skonar vanmáttur og ótti sem að reka mig áfram. En alltaf, og svo ég í rugli, sko, svo ég í neyslu og alltaf mæti ég. Það gimmi þetta aldrei út? Nei, aldrei. Ég fór, sko, svo sá ég Pumping Iron með Arnold Schwarzenegger og þeir voru að reykja gras og ég sagði, nákvæmlega, þetta málið. Svo ég fór að reykja fyrir æfingar og þá fekk maður svona einhverja svona nördasýn, sko, dast inn í bara bísep, bara rólega og bara rör sín á þessa hreyfingu, verða vöfðin. Bara fókus. Já, svona algjörlega. En ekki grasið dálítið of slæfandi til að taka fyrir æfingar? Nei, það virkaði alltaf örvandi á mig. Ok. Já, og svo var þetta bara eitthvað skona rútína. Síðan gerist það sko að þegar að ég svo fer að íhuga sko heyrðu bara, ok, ég menna mér langar að verða heill og mér langar að verða heilbrigður og mér langar að takast á við djöflana í lífi mínu og allt þetta. Þá allt í einu verður líkamsræktin terapía og allt í einu fer ég að fatta sko, aðri máttur, takk fyrir maður, hvað hefði gerst, hefði ég ekki verið þarna. Og þá fór ég að finna sko fyrir því hvað þetta var, hvað þetta hjálpaði mér, hvað þetta gerði mér gott og leið og þú ferði eitthvað skona líkamlegt form, þá óhjákvæmilega ferðu líka að spekulera hvað þetta borða. Akkurat. Og þegar að það svo fer að virka og svo ertu kannski fyrir utan sko þessa líkamlegu terapíu, þá ertu ég á terapista og þá ferðu að hugsa sko hvernig þarf ég að næra mig andlega. Og þá allt í einu fer þetta alltaf að synka saman og allt í einu þetta ekki lengur ótti og reiði og kvíði sem rekur þig áfram í gimminu, heldur þetta sko þessi tilfinning hvaða gott að allir þessi þættir haldast í hendur og hvaða gefur mér mikið. Og ég get ekki hugsað mér eina viku, ég meina, ég fer í Laxá við Aðaldal að veiða og þar kannski í marga daga en meðan aðri leggja sig í hádeginu þá keyri ég niður á Húsavík og tek æfingu. Já, þú gerir það? Já. Ég fer meiri bara að gera líkamsæfingar þegar ég í svona aðstöðu, þá bara ger ég arbeigur og... Já, ég bara... Þú ferð bara og finnur gimm? Já, ég fer bara keyri niður á Húsavík og sko búin að vera að veiða, vaka síðan klukkan 6, veiða frá 7 til 1 og finn alveg ég þreyttur. En því ég labba út á gimminu og fer að lemon eða hvað sem það og fæ mér smoothie og einhverja halva samloku, mér líður gjörsamlega eins og ég sé nýr maður. Já. Og orkan breytist öll sko vegna þess að ég vil helst ekki leggja mig yfir daginn vegna þess að það raskar öllu jafnvægi og orkusviði. Ég get lagt mig í 10 mínútur. Já. Og þá loka ég bara augunum og set bara tunguna bak við framtennurnar og tek bara öndun. Sónar aðeins út? Já, ég sóna aðeins út, orðrétt, ég sóna aðeins út. En ef þú sofnar,
það bara dagurinn ónýtt og þú ert algjörlega í köku. Ég hef yfirleitt verið að miða við 20 mínútur. Já. Stillir klukkan á 20 og svona, þá nær maður rétt kannski að detta út og svo bara... Og þetta, en mér finnst þetta alveg geggjað, sko, og það eru margir sem undrast. Þú vaknar snemma á morgnana? Já. Og eins og þú sagðir, og í morgun og gerir hugleiðslu og Já, ég vaknaði 5 í morgun. Já, því ég þekki bróður þinn vel, Tolla. Já. Og hann náttúrulega mikið, hann hefur kent mér mikið, var þetta hugleiðslu og fleira. Einmitt, ég hef það frá honum. Já, og þú stundar, gufuböð gera náttúrulega líka mjög mikið fyrir mann. Já, ég er með gufubað heima og ég fer í gufubað frá svona 20 og upp í 40 mínútur. Já, þú gerir það? Já. Og ég byrja, sko, ég fer inn í það volt og ég er með olíur, stundum með klaka, stundum er ég bara með þetta í vatninu. Hvað gerir þú klakan? Þá bara set ég sem sagt, er ég bara með klaka og set olíuna á klakana og set þá svo á steinin og þá færðu öðruvísi ilm og hann er svona ferskari og hann verður ekki eins rammur. Það er rosa næs og svo reyni ég bara að fara upp með stígandunum í gufubaðinu vegna þess að ég næ alveg sko sem í hugleiðslu meðan að það er að hitna. Ég skilji. Þannig að ég bara er inn í gufubaðinu og svo bara svona er ég að klifra með það sko og svo þegar ég er búin að því þá fer ég venjulega bara út af því ég bý í sveit og getur bara labba út allsber. Já, æðislega næs. Og þá fer ég bara og tek öndun í höfuðáttunum. Höfuðáttunum? Já, sem sagt bara austur, söður, þú veist, og bara gegnum nefið. Geggjað. Og kæli með aðeins. Þannig þú kælir þið bara með því að vera bara lettklæddur úti þó að veðri sé... Já, ég fer alveg út í snjó, hríð og brjálaði bara allsber eftir gufubaði, ég lappa bara beint út. Geggjað með þessu. Og það er æðislegt, sko, það er ólýsanlegur, sko, það er líka því að húðin, þú finnur það, að þegar þú ert búin að, sko, vera í gufubaði eða æfa og þegar vindurinn, sko, skellur á líkamanum, þá finnur þú að húðin drekkur. Einmitt. Þetta er svo skrýtint, sko, ég veit ekki hvernig ég útskýrir þetta, en sko, málið er það að húðin er bara risastórt líffæri og þegar að vindurinn, sko, fer á hana þá bara, þegar ég upplifa það þannig, bara, þú veist, þetta er bara eins og að vera að þamba. Ég skilur. Já, þetta er geggjuð tilfinning, alveg geggjuð tilfinning. Ég ætla hann að veit með húðina þegar ég fór í stunda á tímabili sjósund og fólki sem stunda reglulega sjósund niður í Nauthólsvík, það er náttúrulega alltaf að áreita á húðina, hiti kuldi. Þetta fólk lítur allt út fyrir að vera 15 árum yngri en það er, sko. Bara húðin er svo góð, sko. Já, það er málið og gufubað þetta, sko, hreinsar þig og hérna, svo er ég með skrúbb. Já, glerharðan. Já, það er svolítið. Já, alveg glerharðan. Það er rússneskan bara. Já, alveg glerharðan, sko. Alveg bara rífur. En er þetta prógram hjá þér, þú veist, gufan, hugleiðslan, ræktin, er það síðan það sem að lætur þig hafa orkunni eins og núna þú ert að taka upp plötu núna, ekki? Jú. Og þá ertu náttúrulega að vinna með ungu fólki og þú þarft að vera á sama orkustígi. Já, ég er með meiri orku maður en flestir þessi strákar, bókstaflega. Jú, þeir nenni ekki þessu sem ég er að gera. Þeir bara, hvað er að þér, maður? Hverju nennar ekki? Já, ég meina, hver nennir að fara á vakna klukkan 5 og fari svo í gimmið eldsnemma og sippa 2000 sinnum og lifta og þú veist, ég er að segja svona, sko, en það sem þetta gerir er fyrst og fremst það að sko, ég er að fá fullnustu út úr andadrættinum af því að við erum ekkert nema akkurat þessi andadráttu hér og nú og þegar ég fer á svið mér langar ekki og það er hégóminn og ég er hégómalegur alveg bara og ég get verið alveg bara sko, ég get verið alveg rosaleg bara ég get farið alveg í striki ég get verið þessi hégómalegur en mér finnst það í lagi mér finnst það góð tilfinning að fara á svið og vera ekki með bumbu skilurðu og mér finnst það góð tilfinning að geta verið á sviði í 2 klukkutíma þess vegna hlaupið allan tíman það er geggjað og sungið á þess að missa öndun á þess að og hérna eða þá að ég get tekið 13 tónleika í röð 1
með gítar sem miklu erfæri en að vera með hljómsveit og ég algjörlega ég höndla þetta allt. Hvað það sem erfitt við þetta? Er þetta erfitt líkamlega eða er þetta erfitt af því að þú ert að gefa svo mikið af þér og þetta... Já, það verður erfitt líkamlega út frá því, sko. Málið það, þeir út einn. Þá, þeir út að fara inn á svið, þá þarftu að vera búinn að keyra upp orkusviðið þitt alveg inn í búningsherbyggi með bæði öndun og fókus og við, ég veit alltaf að fyrstu 3 lögin, þegar ég búinn að spila 3 lög, þá ég bara, þá ég komin með þetta, en fyrstu 3 lögin fari í það að lesa salinn, skynja fólkið, skynja rýmið og vegna þess að hljóðpröfa bara hljóðpröfa en þegar það komið fólk í salinn þá breytist allt, öll orka breytist og þú getur lent í því að salurinn hann bara tæmir þig og það má ekki gerast þú verður hins vegar að geta tekið salinn eins og sett bara rafmagnsbíll og þú komin í hleðslu fattarðu þú hvernig minnst þetta að því ég hef mjög litla reynslu af því að performa nema bara eins og svona en ég aðeins búin að vera að halda fyrirlestra núna eða ekki aðeins, mjög mikið og þá ég fyrir fram að fólk og þá finn ég þetta sem þið finnið örugglega á miklu herra leveli, tónlistamennir hvernig, þegar þú segir að salur tæmið þig, hvernig gerist það? Það sem gerist það að þú missir fókusinn þú missir fókusinn þannig að þú ferð að sóna inn í eitthvað annað og allt í einu bara finnur það þú, þetta mjög erfitt útskýra en hann má eiginlega segja það að salurinn sé eins og alda og þú sett að serva skilurðu mig og þú tekur ölduna og þú klárar hana þú servar hana og þú þarft að gera allt á réttu augnabliki þess vegna sko setja venjulega fyrstu 2 lögin eru frekar róleg það bara og það eru svona fílgútlög þá reyni ég svona og síðan gríðarlega mikilvægt að sko á einhverjum tímapunkti verður að hleypa fólki inn og þá bara horfir í augun á kannski fremstu röð eða þriðju röð bara og brosir og slakar á og leyfir fólki að finna að þér líður vel og leið og salurinn finnur að þér líður vel að þá treystir hann þér og þá getur þið gert hvað sem skilurðu mig, ég lenti í því í fyrra sko, ég ætlaði að spila nýtt lag og ég glemdi því og ég bara, heyrðu, ég tók þetta upp á síman og svo bara og ég þarf skal ég segja ykkur ég þarf aðeins að hlusta og svo bara, já, bíðið aðeins já, einmitt já, þetta svona og fólk bara og fólk elskar þetta og það bara, bara og þannig ertu mannlegur þannig ertu bara afhjúpa þig og leið og fólk finnur þetta þá áttu í þeim hvert bein og það er það mikilvægast á öllu þegar þú konar svið hroki á ekki heima þar hroki mun slátra þér fólk finnur hann og þegar fólk upplifir það þá gerist ekkert og mjög líklega þá vilja þau ekki koma aftur þannig að þetta er svona þetta samspil og þú verður alltaf að vera 100% heiðarlegur upp á sviði það þýðir sko að alltaf feika eitthvað þó þú haldir að þú sett þá það ekki að virka Eru bestu mómentin þegar þú lítur tilbaka eru bestu mómentin á sviði einhvern tímann þegar að þú án þess að ætla þetta opnaðir þig kannski og varst vulnerable Í dag það bara alltaf sko, eftir ég var edrú bara hverju einisti tónleika sem ég held þeir eru bara góðir áður fyrr þegar ég var að dópa þá var það sko kannski já, þá upplifði ég sko wow, þetta var rosalegt en svo komu kannski bara 8 tónleika sem voru lélegir ég skilji en þegar ég tók líf mitt í gegn þarna og þá setti ég mér
sem sagt setti ég mig fyrir þá reglu og hún svona það eru engin fangateknir þetta upp á líf og dauða hverju einustu tónleika hvort það eru 10 manns eða 10.000 upp á líf og dauða og munabubbi þetta gætu orðið seinustu tónleikar æviðinnar og hvernig vilt þú delivera og það svo mikilvægt og ég fer með þetta hugarfar ég hugsa bara þú veist, auðvitað langar mér ekki að deyja núna en þú veist, það getur gerst Já. og hvernig viltu þá þú tjarn upp á sviði það eins gott að þú gerir þessa tónleika þannig að þeir eru upp á líf og dauða og þegar fólk fer heim og segja djöfallega gamli góður Já. þetta bara skiptir svo miklu máli Hvað eru skemmtilegustu í dag eins og þú sagðir eftir þú varst edrú sem svolítið langt síðan hvað eru skemmtilegustu giggin? Hvers konar krát og hvers konar Mér finnst þau öll skemmtileg en mér finnst þau skemmtilegust þegar fólk bara í 2 metra fjarlægð og ég í sal þar sem er kannski bara 250 manns okay. og það eru erfiðustu giggin Er það að því að fólk svona mikið inn á? Já, og þau fá meira af þér, þau ná í stærri bita, skilurðu mig já. og í Hörpu sem alveg klikkað að spila þar það er ólýsanleg tilfinning að labbinn á sviðið í Hörpu, einn með gítar og 1600 manns fagnaðir og þú stoppar í 10 sekúndur eða 5 sekúndur og tengir og horfir og brosir en hjarta eitt alveg bara búm, 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 búm og þú veist þú þarft að gera þetta rétt og þú mátt ekki klúðra neinu, allt það en hinni tónleikarnir eru bara næstu því bara eins og sért já, bara þú veist, eitt stórt púlsandi hjarta með gítar Já, það svoleiðis Já, það er svoleiðis tilfinning en svo þegar þetta búið þá ég, þú veist, mest einmanna tilfinning í heimi fyrir mér þegar að tónleikarnir eru búnir. Það er sko, þú nærð ekki fyrir en eftir dágóðan tíma þú nærð ekki utanum reynsluna sko, en Hversu löngu eftir að þeir eru búnir? Kemur einmannalega tilfinningin? Hún kemur svona klukkutíma eftir á. Er þetta ekki líkamlegt? Er þetta ekki boðefnakerfið? Já, þú ert bara og líka hérna. Já. Það er bara, og ég upplifi mig oft bara, ég upplifi mig algjörlega týndan. Ég er svo mikill palleinn í heiminum, en það er ekki vond tilfinning, en að því ég veit að þetta er út af því að mér leið svona vel klukkutímanum áður, skilurðu, þetta er bara payback, þú verður að borga fyrir líðaninn og gleðina á sviðinu, skilurðu mig. En tók það þig tíma að, eins og segir, þú óttast ekki þessa tilfinningu núna, tók það þig tíma að venjast henni? Já, það tók mér tíma að venjast henni, vegna þess að ég dópaði bara áður fyrir, þú veist, þá bara sefja þetta bara, tók ég eitthvað, ríkt eitthvað, þú veist, en núna ég fer oft heim og húsið mitt sofandi þegar ég kem heim og þá tengi ég mig við rýmið, það er allir sofandi og það er rosa góð tilfinning, þegar maður kemur heim og það er allir sofandi, eða þá Hrafnhildur heima og hún er að fara að gera sig klára í háttinn, en ég sko er ekki að fara að sofa fyrir eftir 4 klukkutíma. Tekur það svona lengi að náða niður? Já. Skilurðu mig og þá er það rosa góð tilfinning að hérna ég reyna að lesa eitthvað skiptir ekkert endilega máli þú veist en þá reyni ég frekar að lesa sko svona klassísk ljóð eða bara eitthvað smottir í stundum fer ég bara og horfa á eitthvað með einhver hljóði. Nú? Já, fyrir bara að setja eitthvað á YouTube eða eitthvað. Akkur með einhver hljóði? Bara, þá er ég bara í rauninni í þessu tómi. Ég skil þig. Og er bara að
taka það, ég vil ekki sko heldur þvinga mig út úr þessu, af því þetta bara partur af þessu. Og síðan sko stundum fer ég bara út að pall, horfi út á vatnið, veist, nóttin að speglast í því og kannski einhver ljós, stundum eru stjörnur og þú veist, þá bara ég úti og dreg andan djúpt og þú veist, og bara svona og svo finn ég alltaf, sko, svo kemur þreytan. Já. Þú veist, og þá hún eðlileg, þá bara, það líka góð tilfinning. Stundum fer ég í guðubað. Já. Fer bara beint í guðubað og bara í dágóðan tíma í guðubaði. Mér finnst einhvern veginn eftir því sem ég er eldri alltaf náttúran vera það sem gefur mig hleðslu, sko. Já, sko, náttúran þetta unik, en það sko er voðalega erfitt að ætla sér að segja að maður sé ekki partur af henni, sko. Nei. Og ég bý í fjalli, ég bý bara þú veist, í fjalli sem hefur margar raddir. Já. Fjall sem hefur á veturnar, það rosa bass í því, það dynur í því og marglaga tótt, sko. Á sumrin það miklu þýðara, miklu blíðari rödd og það svona meiri góla og blær. Þú minnir mér svolítið núna á bróðin. Þið eru svo ljóðrænir þegar þið eru að lýsa náttúrunni. Já, þú veist, og sama, sko, garðurinn, þegar hann að laufgast, sko, og þegar komin lauf, þá heyrur líka, sko, það eru raddir í garðinum, af því að, sko, það öðruvísi þytur í birkilaufi eða öspinni eða reynitrénu eða í greninu, þannig að og ég gríðarlega mikið í garðinum, sko, og eyði miklum tíma þar, maður. Ég í rósónum og mér finnst garðurinn alveg geta tala og mér sko, það eru sumir sem eru svo á móti mosa í görðum. Þetta þarf alltaf að vera eitthvað svona golfgras. Já. En fyrir mér þetta svo mikill orkueyðsla og misskilningur, því mosin bæði fallegur og það ástæða fyrir mosa og það sem gerist það að grasið ein magnaðasta lífvera jarðarinnar. Það ekki margar lífverur, sko, sem að vaxa í gegnum malbik eða sement. Það rétt. Það gerir grasið. Það rétt. Og fólk hugsa, ég verð að fá mig mosaeyðir, ég verð að fá mig mosatætara, þetta hrikalegt og það sefur ekki vegna þess að sumarbústaðurinn, þetta bara, málið það grasi vex í gegnum mosan. Áður veist það, þá bara komið gras. Já. Skilurðu, bara geggjað gras. Þú slærð það og þú stillir velina rétt, þannig að þú tætir ekki upp mosan og það bara gras, svo kemur veturinn og grasi hverfur og þá mosið þarna undir, svo kemur mosin upp á vorin. Svona að gera það. Fattaru mig? En ertu ekki bara svolítið á undan þinni samtíð þarna, alveg eins og þú ert með sólgleraugun inni? Já. Ég fattaði það fyrir nokkrum árum að inni birtan sem við erum í nútímanum, hún mjög slæm fyrir okkur. Já, hún gerir ekki góð. Ég meiri sem með glerugu og með sérstakt gler sem tekur í burtu bláabirtana, einmitt. Þannig að ég er með happy glerugu. Einmitt. Veist, ég hef verið með svona gul, sko. Já. Finnst þér þetta ekki hjálpa þér að hvíla heilan? Þetta er bara allt annað líf eftir ég fekk mér þetta. Ég er alltaf með glerugu, en þessi glerugu breyti öllu. Já. Og þau gera allt fallegt. Einmitt, fyrir utan það. Já, sko, þú veist. Þannig að, mér finnst æðislega. Því þú ert svona undan þinni, bara ég held að fólk sé að fatta þetta núna með glerugun sem þú ert búin að vera með lengi og kannski mun það þá fatta þetta með mosambráðum. Já, þú veist, og ég líka, sko, þá verður þau slagur. Það fólk sem fríkar út yfir mosa. Þetta alveg geggja. Þú veist, þú pælir í því. Þú veist, og illgresi. Já. Þú veist, mér finnst allt í lagi að beðið þitt sig svona, en sko, og ef illgresi skemmir ekki, láttu það vera. Einmitt. Og það ekki lítir, sérstaklega yfir hásumarið það fallegt. Garðurinn minn undirlagður af villijarðarberum.
jarðaber sem mamma setti niður 1961 eða 2. Villi jarðaber. Já, og það bara, þau eru út allt og málið það að... Er þetta ekki svo ofurfæða? Jú, ég borða, krakkarnir hlaupa út og tína upp í sig jarðaber og fuglarnir, svona samkeppni þeirra á milli. Okay. Og þau eru lítil og sæt en þau eru breiðum og jarðaber eru líka svona eru svona einhvers konar jurt sem að lifir af og er ekki mikið að láta stoppa sig. Það sterkt í þessu. Já, og ég leyfinni bara, hún býr til svona þekju í beðinu og skjól, gott fyrir moldina, það allir að hjálpast að. Og þetta eru sama með eins og fólk er að bölsótast út í geitungum. Það eru nokkur geitungabú í felum hjá mér. Ég segi ekki frá þeim af því að Hrafnhildur mín en málið það hefur enginn verið stungin í ár, það hefur enginn stungin í fyrra, það hefur komið einu sinna tvisa fyrir en það sem geitungar gera, þeir éta blaðlýs, þannig að þú þarft ekki að eitra trén hjá þér, það eru lýs í trjánum, skilurðu. Geitungarnir, þeir bara... Þú ert svolítið að tala að leyfa þess að vera bara. Já. Við erum ekki að fikta mikið í þessu. Já, ég dálítið þar. En ef það þarf að eitra, þá bara gerum við það. Það er bara svoleiðis. En þessi hljóð sem úrst að tala að þú nánast heyrir tónlist í garðinum og fjöllunum. Það er tónlist og vatninu. Þannig er þetta að lýsa þessu svona söpdúl næma í lífinu og þú, að því þú ert búin að nefna tvisvar þegar þú varst að dópa, þegar maður í þannig ástandi, þá missir maður náttúrulega af öllu þessu. Já. Að því maður bara hætjakar heilan og fer með henni eitthvað annars. Þau skynfæri fara eitthvert annað. Ég er ekki að segja að þú slekkur á þeim eða réttar og getur við sagt að skynfærin sé eins og stefnumækur, skilurðu, og þú ákveður að þetta, þeir eru að reykja og allt þetta, þá er bara stefnan bara ég, skilur mig, en þegar við erum í lagi, þá getum við sett mækin svona, þá hann fer að nema alls konar hluti, skilur mig, og þetta er enda mjög góð myndlíking hér. Já, og allt í einu, þetta er alveg eins og með heyrnartækin mín. Ég er búin að vera heyrnarskertur frá barnæsku og svo hefur þetta farið versnandi og allt það og ég var alltaf í afneitun, mér fannst þetta ekki cool, ekki cool að vera með heyrnartæki og eitthvað svona, Svo kynnist ég Hrafnhildi og það er fallegt í nýju líf, er atriði þar sem hún er svona upp á píramida í leikritinu, eða réttar sagt svo sem leikur hana. Og það eru 9 bubbar fyrir framan hennan píramida og einn af þeim segir, viltu flytja með mér í kjósina ef ég man rétt eða viltu giftast mér eitthvað svona. Og hún svarar eitthvað, ha, segir hann. Þá segir allir 9, ha, ef þú færðir heyrnartæki. Og þetta er raunverulegt, hún sagði þetta við mig þegar ég spurði hvort hún vildi flytja með mér í kjósina. En ég get alveg ímyndað mér, þetta er alveg mjög mannlegt og eðlilegt fyrir svona svaðalegan töffar eins og þeir. Það hefur verið skrítið að fá sér heyrnartæki. Já, en svo bara þegar ég labbaði út með heyrnartækin, þá fékk ég tár í augun. Það var svoleiðis? Já. Það bara, þetta var svaðalegasta bylting sem, þetta var rosalegt maður og ég greindi munin á Maríu Þresti og Finku og Svartþresti og Máanum og Fílnum í fjallinu maður og Hunangsflugurnar og raddir barna minna og allt unni heyrði ég fréttirnar í sjónvarpinu. Þú erum bara kannski betur sleppt í að heyra þær. Já, og sama skapi fekk fjölskyldan mín gríðarlegan minkaði allur háaði á heimilinu, Ég var með allt í botni alltaf. Já, var það svolítið? Já, og bara skilurðu mig.
Og svo þetta auðvitað þannig vegna þess að heyrnarskaði minn þannig að ég mun enda heyrnarlaus. Og það svoleiðis? já, þannig á báðum eyrum? Já, ég er með tauga skemmt. Okay. Og eða sjúkdóm sem ættgengur að einhverju leyti og nú þetta að byrja og Hrafnhildur með svona frekar viðkvæma heyrn þannig að sko hún getur alveg verið á stillingu 8 og heyrt allt en ég vil stillingu 38. Já, það svoleiðis. Já, og þannig að það er mjög algengt hún segir, Bubbi getur lækkað Bubbi getur lækkað Bubbi getur lækkað Pabbi getur lækkað En hvað getur þú senkað þessu mikið þá? Ef þú segir ég veit þetta ekki, ég er ekkert að pæla í þessu þetta skiptir mig engu máli ég er ekkert að bara í aðru leysinu? Já, algjörlega og bara í flæðinu þetta er bara þú veist, ég finna hún dofnar þú veist, þetta alveg eins og með að eldast ég finna hann og ég get ekki lengur gert það sem ég gerði en ég er með hælinn í svörðunum og ég er að renna djöfull hægt niður já, einmitt skilurðu mig hælinn í svörðunum að renna hægt þetta var vel orðan já, og en óhjákvæmilega þá endar þetta á einn veg og bara förum þangað með reisn og förum þangað í lagi lifum lífinu og verum í formi og svo bara kveðjum við deyjum og við vitum ekkert hvort að við eigum eftir að þjást eða hvort að þú færð að deyja í svefni eða deyrið eins og Thor Vilhjálmsson í gufubaði, í formi og öllu þessu skiluru. Aðalmálið er að reyna sem sagt og ég átti svo ógeðslega erfitt með það, að vera í þessari hugsun að bara þú veist sætta sig við lífið eins og já og standa með sér í því sem þú gerir þetta er svona svipað sko að það er svo mikil hatursorðræða á netinu skilurðu mig, það er síða sem heitir mótmælum Moskvu eða eitthvað svona og ég fer inn þar já, gerir það? Já, ég fer inn og segi bara þið eru með fordóma þessi síða er hvítt drasl. Þú er alltaf verið glerharður í að rífa kjaft bara. Já, sko, málið er það að ef þú frontar ekki fólk með fordóma sem talar lítil börn sem terrorista, að það sé gott að það sé verið að henda þeim úr landi, þetta fólk hefur enga samkennd. Ef fólk getur ekki tengt við það að lítil börn, ef við erum búin að gleyma því þegar við vorum lítil, hvað við vorum hrædd við, hvað hlutir gátu verið svakalegir, hvað fullorðið fólk var svakalegt og tröllin bara og með allt vald í hendi sér og svo eru lítil börn að fara í gegnum þennan hrylling sem bara eins og núna er verið að henda einhverjum börnum og svo kemur bara fullorðið fólk og þú veist og talar að þau séu sko skæruliðar eða terroristar og ISIS hyski og allt þetta. Moskvu, ég veist ekki eins og það er til sko. Jú, þetta er bara þetta á Facebook bara? Já, þetta er bara ég er óhræddur vegna þess að mér finnst skipta svo miklu máli að við segjum bara ég sé þig, ég veit að þér, þú ert þarna. Er eitt sko, fjölskyldan fannst ekki, ef við erum að bíða eftir því að þetta fólk brjóti stórlega af sér, þá vitum við hvernig framhaldið verður. Jæja, þá erum við komið með hryðjuverkamenn í felum. Vel gert, Rauði kross Íslands. Og hvað þú að skrifa það undir? Ég skrifa þessi síða er svo mikið hvítt drasl. Og hvað þú ert forhertur og rangsnúin, Guð hjálpi þér. Þá kemur hér ekkur með skrýtnu letri, sko, riddari fésheima mættur með visku, úðaran hlaðin á kantinum. Ég skrifa bara svona bregst óttin við. Þú ert með þetta eins og alltaf, viskubrunnur hins vinnandi manns. Hvernig nennir þessu? Farðu og fyndu kærleika handa sjálfum þér. Málið er það verður. Við
við megum ekki láta þessar raddir vera, þetta hættulegt. Þannig hafa orðið hræðilegi hlutir. Maður á að stíga inn, ég skil vel ótta fólks, það búið að vera að birta myndbönd af einhverjum endalausum hrylling, afhausanir, fjölda aftökur og allur þessi viðbjóður. Og síðan stanslausa fréttir, múslimar eru búin að yfirtaka Skandinavíu, glæp og gengi, og hægt og rólega bara að byrja gruggið og þú kannski eitthvað illa stemdur, þú kannski ertu atvinnulaus, kannski ertu með einhvern sjúkdóm, út á örorku og bla bla bla, allt þetta og svo bara verður óttaslegin, svo ferðu alltaf, heyrðu, þetta fólk fær peningin ekki ég. Einmitt. Heyrðu, býtu, hvað í gangi hérna? Það náttúrulega búið að heila þú okkur rosalega, ég búin að ferðast alveg þó nokkuð múslima heiminn og ég ætla ekki að segja að þetta eru misjafnu hlutir þar, en þetta gesturistnasta fólk sem ég hef kynst, og ofbóðslega, þú veist, og við einhvern veginn, við gleymum því að þarna eru, svo þeir eru verið í Líbanon og þarna er, og fleiri stöðum, þarna er maður að sjá, þessu samfelld byggð í mörg þúsund ár og við tölum þetta eins og eitthvað svona þriðja heimsríki, Já, einmitt. Þetta fólk var, við skulum ekki gleyma því hvaðan stjórnarspekin kemur og hvaðan ritmáli kemur og við getum talið endalaust. En líka ef við förum í hann ótta, einmitt, af því mér finnst án þess að maður allir nokkurn hátt að gera lítið úr COVID og þá er rosa mikið verið að óttavæða fólk. Ja, það er bara, COVID er búið að lama að stórum hluta mjög stóran hluta þjóðarinnar. Algjörlega. Og það er allt í lagi að vera meðvitaður og spritta sig og allt það og við vitum það, ég meina hugsum ykkur nú ef við myndum snúið sig við og við færum að dæla öllum fréttanum hvernig kristnimenn hafa hagað sér í gegnum tíðina og þetta væri á netinu alveg stanslaust, bara endalaust kjaftaði hvernig kristnimenn hafa hagað sér og svo framvegis. Ég meina það sem ég er að reyna að segja er það að ég skil ótta fólks og ég skil alveg það að ef ykkur er fúll yfir því að þá að byggja moska á Íslandi og hvað sem er en þegar orðræðan er að vera að fjalla börn og þetta er hatursáróður og hatursorðræða og það eru gífuryrði og allt þetta, þá á maður að stíga inn og segja bara, heyrðu, ég sé þig. Reyndar er eitt góður punktur í því það er svolítið svona lenskana maður sé nú of góður fyrir að fara í kommentakerfinu og allt þetta en það sem ég hef tekið eftir því sem viðmælendur mér og svona að ef að þeir einu sem fá að vaða upp eða eru bara einhverju vitleysingar þá fyrir fólk að halda að það sé megin hluti þjóðarinnar. Það er málið. Þannig að það er alveg rétt að það er dálítið mikilvægt að fá mótvægið vegna þess að og líka bara láta vita ég sé þig. Já. Það var til dæmis áhugavert, þú steikst nú aðeins inn í þá umræðu, ég fékk hérna til mín bara núna þar síðasta viðtal sem ég tók við stelpurnar 2 sem fóru heim með fótboltalandsliðsmenn. Já. Og þá er bara fólk sem hefur samband við mig og segir hérna bæði á Instagram og Facebook og í kommentakerfi, nú misti ég allt álita á þáttum, þetta er alveg ræðilegt og la og þá er það eina sem ég hugsa er, þér er náttúrulega full frjálst að sleppa bara þessum þætti og hlusta á næsta þátt, svo fyrir ég að skoða bakendatölurnar. Þá er þetta ekki bara vinsalasti, heldur langvinsalasti þátturinn minn og 95% Íslendingar sem er búin að vera, þó ég hafi sett text á hann, Já. Þetta segir svolítið mikið, En svo er þetta bara þessi viðbrögð, og ég er ekkit undanskilinn, ég er alveg rosalega, ADHEFG eftir kemur Bubbi, skilurðu, og ég er hvatvís, alveg rosalega hvatvís og ég hef brennt mig oftar en fingur mína en ég hef töl á og ég hef grafið mér oft svakalega hólur og ég hef lent í alls konar hólum en ég vil frekar gera það og læra því en að gera það ekki og ég vil frekar stíga inn hjá fólki sem að er með hatursáróður á netinu, ég vil frekar fronta þau. Ég fengi alls, ég kaupa aldrei plöturninnan, ég mun aldrei hlusta þau og svo framvegis. Ok, en ég ætla samt að segja, ég sé þig. Einmitt. Ég heyri það sem þú segir
og ég ekki sammála og ég vil þú vitir það. Já. Er þetta eitthvað sem að, ég veit ekki hvernig þetta er í öðru löndum, en við á Íslandi mættum kannski aðeins að þora stundum að segja óþægilega hluti og fronta fólk? Já, það bara skiptir gríðarlegu máli og ég hef stoppað fólk af, sko. Ég hef stoppað fólk af bara í samræðum sem að fer þarna, sko. Ég hef bara sagt, hei, ég er ekki þarna, ég vil ekki heyra þetta, ef þú ætlar að tala svona, farð bara. Það er svo leys. Já. Því að sko, málið er það að við verðum að fara að skilja að við erum öll eins. Það er engin munur á heilunum og hjartanu í múslima sem lifi bara sínu lífi en í manninum sem er með ekkur gottnesk tákn í nafninu sínu og talar það að þetta sé nú dásamlegt að litlu börnin séu að henda úr landi eða það er að drepa alla múslima og allt þetta og Múhameð hafi verið barnanýðingur en að sama skapi berast okkur fréttir sko bara non-stop prestar út allan heim og hér heima líka hafa verið að misnota börn skilurðu mig þetta er svo geggjað hvernig hausinn á fer en það er engin munur á við viljum öll kærleika við viljum elska og við viljum vera elskuð við viljum allt það besta fyrir börnunum okkar það snýst þetta við viljum eiga þak yfir höfuðið við viljum eiga pening til að geta borðað það eru allar manneskjur veraldar þetta eru þarfirnar þeirra og það er engin munur á brjálæðinginu sem er að hatast út í múslima og í rauninni En er það ekki þetta sem gerist stundum eins og til dæmis núna í COVID að ég fór á einhverjum búnda að ég reyni alltaf að hugsa getur þér að ég hef rangt fyrir mér þegar ég fer að hafa ykkur á voða sterkar skoðanir okkur að við erum öll með einhvers konar ótta en óttin okkar getur verið misjafn það er að segja óttin þinn er kannski við að þú fáir ekki að halda tónleika óttin minn er að ég fá ekki að ferðast óttin þess þriðja er að hann er á þungur að hann fái COVID og í staðin verður að við getum öll sagt herðu við erum öll óttaslegin við erum með misjafnan ótta við þurfum að ræða málin að þá fer fólk bara í að ráðast á mann. Já, sko, óttin er uppspretta, sem sagt, ego, ótti, sem sagt, ego er auðvitað versti óvunumannsins, en óttin er uppspretta illskunnar. Upp úr óttanum verða voðaverk framinn. Stríaldir verða til út á ótta. Þjóðarmorð verða til út á ótta. Rétt. Og óttin er í rauninni versti óvinur okkar og það sem er svo fallegt við þetta er það og þetta hef ég lært og það hefur bara reynst mér býsna vel og ég hef alltaf horfst í augu við óttan minn og leið og ég stari í augun og óttanum mínum þá lítur hann undan. Það er svo leys. Já. Óttinn gefur sig alltaf. Ef þú frontar óttan þinn, þá hörfar hann alltaf og segir, hei, ok, ég því óttinn er bara bulli. Já. Og þegar þú frontar hann og segir bara, heyrðu, ég sé þig og þú ert bara ekki með. Ég ætla ekki að hafa þig með. Þú ert ekki með í mínu lífi. Og það er svo mikið sem ég hef hreinsað út mínu lífi, einmitt með að gangast við óttanum mínum. Og leið og þú tekur utan óttan og segir bara, kottu, skilur mig það fer. Er þetta sem til dæmis eins og þegar þú lýsir þess eftir tónleikana og fáir þess að einmannleika tilfinningu, þá er það fyrsta sem gerist hjá manni, mér langar ekki að líða svona, en ef þú embracear þetta bara og leifir þess að vera, þá smám saman ferða næstur í að vera notaleg tilfinning. Já, það bara er þannig, þú veist, að vera einmanna er ekki slæmt. Einmitt. Ef þú, sko, málið er það að mér finnst ógeðslega gott að vera einn með sjálfum mér. Mér finnst ég æðislegur að vera einn í garðinum Hrafnhildur og krakkarnir eru búin að fara eitthvað bara þau ætla að koma með, ég ætla að vera í garðinum svo er ég bara einn í garðinum og ég er að tala við sjálfum, ég tala upp átt já, og ég er að tala við pappa æja pappi, hvernig líst þér á Harrison Yellow maður, hefði þér dottið það í hug að setja svona gula rós hérna
og þú veist og svo breyti ég röddinni minn og segi jam og verð pappi í smá tíma og eitthvað svona sko, ég tala við trén ef fólk myndi einhver ná mér þá myndi fólk segja bara, heyrðu Bubbi farin skilur og ég að tala við sko, ég tala við hérna öspina, þú veist, ég segi, já, veistu hvað, hérna, ég þarf nú að fara að taka þig, þú veist, og þú eru bara sættaði við það að, þú veist, líftíminn þinn ekkert mikið meira og þú ferð að valda með vandræðum og hérna, ég svona bulla ég fram og tilbaka. En mér finnst þú vera að lýsa þarna einhverju sem nú ég búin að skrifa bók heilsu og tala mikið um fólk halda fyrirlestur heilsu og svona, að eitt af því sem mér finnst vera áberandi í Íslandingum að vera með innibældar tilfinningar. Þú ert að lýsa því að þú færð dálítið jafn harðan útrás fyrir, þú bara ferði í kommentakerfin og svarar og þú bara rausar út því sem í gangi í hausnum á þér við trén og þetta ekki, þú veist, þetta svona hreinsar sálarlífið maður sé jafn nóður. Og svo upplifi ég sem tré sem vini. Okay. Þú veist, ég fer stundum og sko, þú veist, halla mér upp að tré, klóra mér stundum, fer úr á ofan og hérna og svo eru sum tré með mosa og það eru svona öldungar skilurðu, og þau njóta meiri virðingar finnst mér í garðinum og hérna og já, og svo eru þú veist sko ég man þegar ég var að búa til rósa þyrnirunna og ég vildi hafa hvítt, rautt og þær voru bara svona og Hrafnhildur sagði, ég sagði sko, þetta mun blokkera fólk sé að horfa á okkur að því að stundum gerðist það, kom bara rúta og bara kom fólk út og fór að taka myndir. Í alvöru? Já, og Hrafnhildur var alveg frík út og ég sagði bara, við setjum bara rósarunna hérna og hún sagði, þetta svo lítið. Ég sagði, veistu hvað, þetta bara babies. Þau, bara eftir 3-4 ár, þá var þetta allt orðið bara fullorðið fólk. Og hún talar átt þetta, hún bara, já, hérna, sérðu, bara ég skildi ekki hvað þú varst að segja. Og þetta á þess stórt núna? Já, og blokkjarar allt og bara fegur og ilmur og rósa. Engar rútur lengur? Nei, og bara rósa, ilmur og æðislegt. En það sem ég reyna að segja það að kannski ég pingulítið á rófinu. Þú veist, ég ekki frá því að ég sé einhvers konar rófi. Já, til að býti mig, þú veist, lög, bara búta og ég get verið með það bara á repeat í munnunum á mér í hálfa mánuð. Og einhverja frasa. En það ekki þetta sama, þetta náttúrulega bara heilastarfsemi, það ekki þetta sama róf sem síðan lætur þig vera svona rosalega öflugan í sköpunargáfunniðinni? Það getur verið, sko, vegna þess að þar engin þurður. Ég á seinni árum hef ég gert mér grein og gerir mér grein fyrir því að ég með einhvers konar náðargáfu. Og algjörlega hrókalaust, bara, en ég held að það sé eitthvað frávik. Skilurðu með það sé eitthvað skona frávik í mér vegna þess að það skipti, ég get samið, ég var með 60 lög fyrir seinustu plötu og ég notaði 11. Hvað var það hinn? Þau eru bara hérna í símanum, sko, þú veist, þú getur farið og þá bara slæði hérna inn, ég tek svo mikið upp á síman og þá gerum við, sko, bara svona nei, fyrirgjöf, ég er með 70. 70 lög? Já, 70 lög bara hérna, sko, og af þeim eru kannski 20 sem ég hef notað. Og svo vorum við með alveg helling á lögum sem átt að fara á plötuna sem bara, nei, þetta hentar ekki. Hvað myndirðu segja því nú ertu klárlega með ákveðna náðargáfu á nokkrum sviðum? Það er að segja að þú ert mjög öflugur í semjatónlist. Já. Þú ert öflugur performer, góður söngvari og gítar. Hvað af þessu myndirðu segja að væri mesta náðargáfa þín? Ég held að þetta sé allt einn andardráttur, sami andardrátturinn. Og ég vakna, eins og ég sagði, ég vakna 5 í morgun. Núna, þegar ég er búin með þessa plötu, daginn sem ég er búin að mixa, það er bara komin mix, platan kemur út eftir áramót, það kom eitthvað lög út núna næstu daga, eitt lag og svo eitthvað annað, en leið
og það búið að bánsa til mín mixin. Þá mun ég vakna klukkan 5 og fara inn í skúr og byrja að vinna hvern einasta dag þangað til ég byrja á næstu plötu. Og ég að Finnst klára þetta svo ljóðabók. skemmtilegt eða þetta ægi bara? Þetta bæði ægi og geggjaðslega skemmtilegt. Já, þegar stundum þegar ég að fara að sofa á kvöldin, þá ég alveg sko inn í mér, þá ég bara sem lítið krakki, þú veist á morgun færðu Playmo eða risaeðlu eða eitthvað, mér líður þannig. Það bara, ég hugsa bara, vá, ég get ekki beðið eftir að fara að vakna og mér finnst það svo gaman og svo kveiki á tölvinni og ég horfi bara á skjerminn og svo bara eitt orð og út úr þessu einu orði bara Kemur runa. já, Ég skil alveg hvað þú ert að tala vegna þess að ég, bara eins og í gær, ég að fara að taka viðtalið þig núna í dag. Ég hlakka til. Mér finnst það sem ég að gera svo skemmtilegt. já, en það er óbúslega góð tilfinning. sko árangur sko leiðin til árangus, leiðin til afreka er ástríða. Ef það engin ástríða, ekki gera það. Og það hugsaðir, það eru þúsundir út í þjóðfélaginu að vinna við eitthvað sem það hafa enga ástríðu fyrir. Líklega meiri hluti fólks. Leiðilegt að segja það, sko. Skilurðu mig? Það hrikalega örlög. Já, slæmt, mjög slæmt. Já, og það sko... Kári vildi meina í viðtalinu hjá mér að þetta væri svona eitt af því sem væri að búa til hennan kulnunafaraldur. Já, að það væri bara draumurinn er dáinn og þú veist ekkert alveg akkur úr þetta að vakna. Já, og líka það verða bara sjúkdómar til út af þessu. Og hugsaður ef við værum í skólakjörinu bara hei, Erna, heyrðu, hún verður bara músikant. Bara heyra. Heyrðu, bara Erna, nei, þú þarft ekkert að vera í starffræði, nei, bara við ætlum að gera músík. Þetta gerði þeir í Danmörku við mig. Ég kem alveg í möllbrotin úr íslenska skólakjörunni til Danmörkur og það líður vika og þá segir herra Kirkileif, skólastjórinn, kalla mig upp, ég hugsa bara eina ferðin enn á að fara að lesa með pistilinn og hann segir, heyrðu Bubbi, við ætlum að senda því smá rannsókn, við heldum við vitum hvað hefur verið að hrjá þig upp á Íslandi og svo kemur það í ljós að ég er skrifblindur og með einhverja raskanir og svo ég kallar aftur upp og hann segir, heyrðu Karsten, han siger at du går omkring med din guitar og ég bara, já, ég er alltaf með gítarinn og hann segir, heyrðu, við erum búin að ákveða það er það sem þú átt að gera hérna og það er bara tónlistaherbyggi í skólanum. Hvað varstu gamall? Þetta ég 14-15 og það er tónlistaherbyggi í skólanum og það hefur sagt bara, þú situr í tíma en þú situr alltaf bara 1 tíma á mótnana svo ferð þú yfir í tónlistaherbyggi og þú þarft að æfa það á gítarinn og þú ferð sem sagt kennara og verkefni og allt þetta og svo tekur þú próf í vor og þú þarft að halda tónleika fyrir skólan. Þetta er náttúrulega eina vitið. Og ég fekk 10. Fyrsta skipti á ævinni, ever. Eina skipti á ævinni, ég fekk 10. Og hvað gerir þetta fyrir? Þetta bara breytti lífið mínu. Ég er að segja fyrir einstaklingar svo þig sem er kannski búin að fá höfnun af því þú ert átt ekki að vera að skrifa í einhverju stafsetningu eða eitthvað. Svo fer allt í einn að gera eitthvað þar sem þú fær viðurkenningu fyrir þú sér góður í því. Getur ímyndað hvað það gerir fyrir sjálfsmyndina. Þetta bara breytti lífið mínu. Þetta gjörsamlega breytti lífið mínu. Er þetta ekki að því að bróðin er búin að umgangast fanga mikið og þú líka? Þetta er svolítið viðkvæm umræða en ef skólakerfið er bara þannig að það er bara ákveðin tegund af sérstaklega drengjum sem er bara alltaf verið að segja við að þú ert ekki nóg góður, þú ert ekki nóg góður, þú ert ekki nóg góður. Já, þetta er bæði skólakerfið og svo er þetta bara ofbeldi í æsku og allur þessi pakki, stór hluti fanga á Íslandi, sem sagt, stór staðisti hlutin er út af því að þau ólust upp og fæddust inn í aðstæður sem börn og þetta er afleiðingin, þetta er skemmtinn og við fæðumst ekkit vegna þess að við pöntum það og við báðum ekki heilan
þú veist, við erum bara og við þurfum að tækla þetta skilur mig, og þetta rosalega heilin alveg hrikalega töff bara og ég er búin að vera hjá þerapista mjög lengi núna og sem hefur bara breytt lífi mínu, heitir Valdís, og bara, ég held að sé lægja nafngreinana, og hún bara hefur opnað svo margar dyr fyrir mér og látið mig fá lykla og ég geta opnað þessa dyr og það sem gerist sko að ég er alltaf að fatta meir, ég er alltaf að hlusta meir á líkamann af því að þeir eru upp í staði, þegar ég fatta þetta er alltaf líkamlegt ótti skilurðu, reiði, þetta er allt þú veist, þetta er allt í líkamannum, þetta er allar þessar tilfinningar, mér er þess að ástin, mér fyririldi í maganum og þú veist, og ég er svo léttur í brjóstinu og svo er það þessi hérna sem að tekur aðra hérna fítus á því, sko, hann er kannski hvíslandi, Bubbi, þú ert svo lélegur, djöfull var þetta lélegt hjá þér, getur ekki gert betur, það voru glataði tónleikar, skilurðu mig? Akkurat. Þeist, hann er þarna, hrikalegt og ljót, og þú hvert er svona ljót, þeist, og þetta er heilin þinn, sem er sko, vá, þú ert svo feitur. Það var eitt sem ég verð nú að segja smá sögu núna þetta, það var eitt sem að bróðin kendi mér, Tolli, það var þegar ég var eitthvað tíðan búin að vera að böglast mikið með kvíða og hann var svona einn af þeim sem ég var að hringi í og þá var ég svona þráhyggju suðið mitt svona sko og hann sagði, hefur prófað svolítið að gefa þessum gæja bara nafn og láta hann líta út eins og eitthvað svona leiðilegan kall með leiðilegt nafn og svo bara talar við hann, segir nafnið og segir, heyrðu blessaður, þú ert mættur, hérna ég ætla að gefa þér 1 mínútu af raflæðina svo þarf ég að halda áfram með daginn og þetta bara virkar Þorvaldur þá ferður smám saman að geta hlegað þessu sko. Og séð hvers konar þvæla þetta er þetta er málið, ég er farin að segja sko, þegar hann mætir ég var út í garði daginn, það mætti hann út í garði og þá er mitt bara sagði, heyrðu, nei, hérna, þú ræður ekki. Þú ert heilinn minn og ég stjórna þér. Þú stjórnar ekki mér. Blessaður. Það er bara afgreitt. Það er furðulegt hvað þetta virkar, sko. Það er að æfa sig í þessu. Já, það er þú þarft að æfa. Þú þarft að svara þegar hann mætir, sko, Bubbi, þetta er ekki nógu gott. Það bara, heyrðu, Þorvaldur, ég nenni þér ekki, þú veist, ég er að stjórna, þú ert ekki að stjórna, þú ert heilinn minn, ég er ekki þitt. Og þetta er þetta, við erum að glíma við svo ótrúlega brjálað fyrirbæri sem heilinn er, sko. Tolli bróðir bendi mér, sko, innþangað. Og þannig að ég er farin að hlusta svo mikið á líkamann, bara, mér finnst líkaminn alltaf hafa eiginlega rétt fyrir sér. Já, ég er nefnilega búin að halda svo mikið að fyrirlestur heilsu og þá er ég það fyrsta sem ég reyna að koma inn hjá fólki við erum ennþá með svona andleg heilsa er eitthvað sem er bara hér og líkamleg hér og það sem er að gerast hér er bara, nei, það er ekki ótengt þessu. Nei. Sko, andleg heilsa er hérna. Ég er sammála því, sko. Það er bara líkaminn. Ég er sammála því. Og eins og þegar ég labbaði út í morgun, út úr gymminu og ég stoppa alltaf að því ég keyri svo hart og ég er allur sko opinn og ég stoppa alltaf og ég finn þetta er eins og þegar þú ert í svarthvítu ég finn í rauninni græna litin bara kom yfir mig mér finnst ég svo lifandi. Hvað er græni liturinn? Græni liturinn fyrir mér eitthvað, ég sé allt í litum. Já, ég hef tekið eftir því gegnum tíðina. Já, og sko græni liturinn er í rauninni, ég kalla það góði vindurinn. Ok. en sko, það er þegar að mér finnst eins og að það kom einhver jákvæður hjúpur. Þakklæti og... Já, þakklæti, velíðan og mér finnst eitthvað neginn, ég klæðast þessi. Já. Fattarum mig. Já. Mér finnst eins og ég fari í svona grænan
fallegan, grænan hjúp sem það er bara svona eins og þú sett að klæða því, sko, þú veist, bara, þetta er gott, fattar mig. Þetta er hérna... En mér langaði aðeins að spyrja því, sko, ég heyrið á þér að þú ert að gera því, ég var með Pálma Gunnarsson hérna fyrir stuttu og hann talaði um að hann væri að gera svo mikið til að halda maskínunni gangandi, bara hafa nógu áhugamálum, fara út að labba vegna þessum liðu eitthvað eitt byrjar að sörna, þá byrjar þetta að gera svolítið hratt, sko. Og ég heyrið á þér að þú ert alveg mjög aktífur og með mikið og góðu prógram í gangi. En annað sem að Pálmi sagði um þig, þegar að þú steigst inn á sviðið, hann sagði þetta var náttúrulega bara einhver ný tegund af orku sem var í gæjan. Hvernig sérðu það núna þegar þú horfir á sjálfa þig þegar þú varst að byrja og kemur eins og stormsveipur, sko, kunniru kannski ekki að beisla orkuna þín og þess vegna þurftir að fara að dópa svona mikið eða var dópið meira, varst að flýja tilfinningar? Já, ég var bara lamaður af skelfingu, lamaður af ótta, lamaður af fólk myndi ekki elska mig, ég var lamaður af ótta yfir því að menn kæmist að leyndarmálunum mínum, ég var óendanlega reiður út í pappa, reiður yfir því að hafa verið misnotaður og vildi fela það, en þetta voru bæði akkilleshællinn minn og styrkur, sko, ég notaði þetta sem bensín, sko, og ég meina, halló, ég var með heila olíustöð. Já, það fór ekkert fram hjá fólki. Bara alltaf skíðlogandi og þannig að sko, þú getur farið alveg ótrúlega langt þegar að þú ert í æsku blómunum jafnvel þó þið líði svona, þú getur klifrað þú getur farið yfir alla hindranir og þú veist, en málið er það að þú heilar þig ekki og það lagast ekkert en þú getur gert alveg ótrúlega hluti. Ég meina svona hafa heimsveldi orðið til vegna þess að hersöðingin eða keisarinn hafa verið svona þekkjandi. Ef þú skoða Donald Trump í dag, sko, þá sérðu bara stjórnlausa skelfingu. Þetta er maður sem er svo trámaður og þráir svo athygli og kærleika og ást og það eina sem hann kann er ofbeldi. Ofbeldi í fasi, ofbeldi í tali, ofbeldi í öllu sem hann gerir. Það er að reyna, og þú sér hvernig hann smættar fólk, hann lýgur og lýgur, hann minnir mig svo á mig vegna þess að þegar ég var ungur þá gerði ég ekkert annan að ljúga og ég var að ljúga til þess að fólk kæmist ekki að pabbi menn væri fyllibitta, við værum fátæk og bla 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 og svo horfum við þarna á forseta Bandaríkjanna og hann er bara stjórnlaust lítið barn, lamaða skelfingu. Þegar þú kemur fram á sig og segir þú varst mjög reiður og reiðin er náttúrulega ekkert annað en bara hinn póllin á kvíða eða ótta. Já, óttanum, já, ég meina það er ótti, út úr óttanum kemur reiði, kvíði, krabbamein, sjálfsmorð, drykkja, dóp. En varstu þá bara þannig á þessum tíma að þú varst bara til í að hjóli menn og... Hvað sem var? Já, maður. Ég fór út helgar með vinum mínum, berja fólk. Það er þannig. Já. Það bara... Nei, ég valdi mér alltaf stærri og fullorðna. Ég var bara 16 ára. Þú veist, ég fór í biðraðir fyrir utan röðul eða eitthvað, sá eitthvað sem að virkaði þannig á mig að hann gæti verið drulluhali eða væri að misnota eitthvað og svo byrjaði ég bara. Fór bara í konun hans. Beið bara eftir svo að ég fengi viðbragðskiluru. Og leið og hann sýndi viðbröð og þá bara bang. Og þannig að þú hefur verið mikið í slagsmálum? Já, mikið. Komst eitthvað til að nýta út úr í það? Eða komu hinir ítla út úr í bara? Já. Ég var skaðræði. Þú varst skaðræði? Já, ég var það. En þú lítið þó að tengja dálítið mikið við eitthvað sem ég gef mér að sé nú einn af þínum uppáhalds íþróttamönnum, Mike Tyson. Af því hann, þegar hann er að lýsa sér, þá talar hann hennan gríðarlega ótta. Já, ég meina Mike Tyson er fyrst og fremst afsprengi. Það er svona sem að menn verða. Út úr, það er enginn sem fyrir nefaleika öðruvísin að vera trámaður. Það er enginn sem fyrir MMA öðruvísin að vera trámaður. Það er enginn sem að sko haga sér eins og Donald Trump nefn að vera trámaður. Skilurðu mig, þetta er en málið er það, þetta bara dugar svo lengi. Svo verður þetta fer þetta að vinna á móti þér. Ég hætti
slagsmálum 7. júní 1981 þá væri ég tekinn í fangelsi. Þá sá ég mann sem að var að girða niður stelpu á balli hjá utangarðsmönnum og inn í þvögunni, ég sá hann svona út í horni og auðvitað átti ég ekkert að gera sko, það sem ég gerði sko, en ég sagði bara strákana þau gargaði bara takkið í sóló og svo bara óði ég gegnum salin og svo fór ég í mannin og meitt hann verulega sko, það verulega sko, ég var settur bara í fangelsi. Ég hringdi sjálfur á lögguna sko og ég var tekinn samt sko vegna þess að hann var bara beina leið upp á spítala en hann kærði ekki, þetta var ofbeldismaður og einhver skaðræði eins og ég og þá einhvern veginn fattaði ég að þessi hárfinna lína sem enginn virðist sjá gatan sem lífið og dauðinn ganga á. Ég þarf að melta þetta. Að ég bara hugsaði bara nei Bubbi, svona viltu ekki vera. Og þú manst þetta það vel að þú manst dagsetninguna bara á... Já, ég gerði mig, það rann upp fyrir mér. Skilurðu mig, það rann upp fyrir mér bara að svona viltu ekki vera. Þetta á svipuðum tíma og hættir að drekka og dópa? Nei. Það kom seinna? Já. Já, auðvitað. Auðvitað, það miklu seinna. Eiturdagurinn minn 11. september 1996. Og nei, ég var alveg kolgeggjaður þarna. En ég gerði mig strax, sko, ég fattaði þetta. Þetta var bara... Bróð mikið? Já, og mér leið illa, skilurðu mig, mér fannst þetta ömurlegt og allt það. Og þetta hefði getað enda sko miklu verð. Ég hef lent í ristingum með eitthvað svona, sko, en ég hættu þessu. En svona, sko, svona leið mér. Tolli, sko, það ástæði fyrir því, sko, mamma biður Tolla að taka mig út á land, út af þessu. Hún bara hringdi Tolla og sagði, þú verður að taka Bubba með þér út á vertíð. Hann bara leiðin í fangelsi. En þarna var þetta líka alveg frábær vettvangur fyrir slagsmál á vertíðum. Hvernig var það? En það bara, þú veist, slagsmál, rýðingar og fyllir í, þetta bara, þú veist, en enga síður, sko, þú veist, en svona stjórnaði í rauninni óttinn og hræðslan við allt og alla, sko, stjórnaði manni. Og því ég horfi tilbaka, sko, mér þykir rosalega vænt þennan Bubba. Og ég oft hugsa bara, vá, hvað þú stóðst maður og skildir survive þetta og lifa þetta af því að, sko, að þetta hefði getað farið, sko, þetta svo fín lína, sko, ég hefði getað dottið hinum megin. Og það sem bjargaði mér í rauninni var, sko, að fara út á land og svo gítarinn. Hvað kallar að detta hinum einn? Bara, þú veist, ég hefði bara endað í fangelsi fyrir manndráp á gáleysi eða ég meina, ég var með mönnum á þessum tíma sem að enduðu allir sem langtíma fangar á Litla-Hrauni. Þess vegna byrjaði ég að spila á Litla-Hrauni. Var það félagskapurinn? Já, þessu vinir mínum voru allir í fangelsi. Þannig séð. Þannig að ég fór að mæta og spila fyrir þá og ég bara datt hinum megin. Þetta svo hárfín lína. Þú sér það, við höfum lesið það í blöðunum að bara einhver maður staddur á bar og slægir einhver eitt högg og hann deyr. Þetta bara, þú veist. Algjörlega, sko. Þannig að, en svona virkar reiðin. Og þannig að ég notaði ofbeldi sem einhvers konar stýritól, skilurðu mig, og þannig komst ég áfram í þessum harða heimi sem var á Íslandi á þessum tíma, sko, verbúðir og allt það og þvælast á milli verstöðva
Voru menn aðeins inn á það, ég ræddi þetta aðeins við Pálma, voru menn sem voru í svona störfum, var ekki rosalega mikið verið að drekka? Til þess að deyfa sig? Jú, en sko, það var unnið, þú veist, meðan það var unnið var ekki drukkið. Nei, ok. En svo þegar það kom gat, Já, þá bara botnuðu menn flöskur já, einmitt. og svo var slegist, bara svo var ball og svo var bara að byrja að slást. Þetta var rosalegt, þetta var eins og Villta Vesturinn, í alvörinni. Þetta primitíft maður. Já, þetta gat ekki verið hrárra. Nei. Þetta var bara svona, hefur þið séð Blues Brothers myndina, Já, já. með girðingunni, já, það voru bara ekki girðingar á sviðinu á ballónum. en þetta var svona, þetta var alveg galið og fyrir utan og svo sá maður ljóta hluti og alla tegundir á ofbeldi og svo framvegis, en einhvern veginn skrönglaðast maður í gegnum þetta. Þannig að sko, þakklæti mitt svo stórt. Ég svo þakklátur í dag fyrir líf mitt, fyrir það sem ég hef afrekað og líka að þrátt fyrir allt að hafa staðið alltaf með mér. Einmitt. Meira að segja í sko óttanum og kvíðanum og hræðslunni og svo að hafa þennan kjark að því að sko svo ertu komin að þann stað að það allt með þér. Þú þarft ekkert, Bubbi, að fara í þerapista og gera upp æviðina og heila þig. Come on, þú ert Bubbi Mortens, þú ert búin að afreka meir en flest allir aðrir í þessu. Bara andaðu rólega, maður. En samt var ég alltaf að rekast á. Ég var alltaf að rekast á við konurnar í lífi mínu, við alls konar annað fólk, ófærum svo margt sem eðlilegt þykir hjá öðru fólki. Og svo bara einn daginn að þá bara, nei, mér langar ekki að vera svona. Og þá bara, hvað á ég að gera? Þú veist, hvað, og svo bara, nei, ég get ekki farið og sagt einhverjum mannestu, öll leyndamál lífs míns, það sem enginn veit ég get það ekki. Og svo bara mætti ég fyrsta tíma og ég bara og ég bara sagði allt. Hvernig leiðir þetta það? Ég var skelfingu lostinn, maður. Alveg skelfingu lostinn yfir því að hafa gert þetta. Alveg bara, hvað var ég að gera? Þú veist, og ég sagði allt. Þú veist, þið sem eru að hlusta, þið eru með ykkar leyndamál sem þið haldið að þið munu aldrei segja neinum. Þið eru með leyndamál sem að enginn á að komast að og hver einasta manneskja, sama hver hún með myrkur í sér og ljós. Og að sama skapi hver einasta manneskja með leyndamál sem hún vill að enginn komi í stað. Einmitt. Og sumir halda á þessum leyndamálum sem þetta sé demantur og næra þau. Og ég fór bara og ég hugsaði bara eina leiðin fyrir mig til þess að verða heill og læra kannski hver ég og ég enn bara að fikra mig áfram, þá verð ég bara að segja allt og vera heiðarlegur. Og mikið djöfull var það vont, en svo var það líka alveg klikkuð tilfinning, maður. Það var bara eins og sko bara ég hefði ángríns, ég hefði tekið 10 ólympíuleika í röð og unnið gullið. Hvað tók það langan tíma að fá þá tilfinningu? Hún gerðist mjög fljótt sko, eftir að ég hafi verið hjá henni, bara mjög fljótt. Og ég fann bara, það var svo rétt og ég fann ég var réttir í leið og mér leið svo vel að eiga ekki þessi leyndamál, þau voru farin, þau fóru, ég var búin að leggja þau á borðið og þau voru þar og svo mætti ég aftur og þá tókum við upp leyndamálin og völdum úr hvað við ætlum að vinna með og hvernig gerum við þetta. En aðalmálið sko þessi kjarkur. Ég vissi ekki ég hefði hann. Ég vissi ég alls konar kjark til sko og ég get verið mjög kjarkaður sko. En þetta var svona eitthvað sem ég hélt bara, ég bara mundi bara aldrei gera. Nei, mitt.
og það var alveg klikkuð tilfinning að þora því og ég var svo ánægður með sjálfan mig og leið þá fóru svo margir það fóru svo mikið myrkur úr mér og það fóru svo margir skaðaðir bubbar sem ég hef verið að burðast með, þeir fengu frelsi, þú veist, þeir fengu bara að fara. Manstu eftir að því þú talaði ráðan dagsetninguna þegar þú ákvaðst bara ofbeldi væri, var eitthvað svipað sem gerðist með drykkjuna og dópið, að það var eitthvað svona moment þar sem Já, bara ég vaknaði miðanótt. Okay. Ég var löngu búin að sætta mig við það að ég væri fíkill og ég var búin að sætta mig við það að ég get ekki hætt og ég var búin að sætta mig við það að ég væri bara lygari, væri ljúgandi öllum að ég væri edrú. Skilurðu mig, þú veist eins og við fíklarnir gerum. Og svo bara nóttina 11. september 1996 þá vaknaði ég við mín eigin rödd, ég er hættur og þá var hendur kona mín, hún bara hvað er þetta að segja, ég er hættur og bara svona og ég er búin að vera réttur síðan og líður þér eins og þarna hafi löngunin farið það? Þá bara tekinn af mér, hún bara hvarf og ég fór í meðferð 4 mánuðum seinna og ég byrjaði bara göngudeild og eitthvað og fór á aðfundi bara og var rosa harður og duglegur og allt það en hérna þessi tilfinning bara ég er hættur, ég veit ekki hvað sennilega það uppsafnaður bara varstu búin að reyna oft? Já, ég var búin að reyna og svo var ég alveg búin að bara sætta mig við, ég gæti þetta ekki og þú veist, og ég væri bara fíkill og reykti gras og ég var ekki að drekka og svo var ég eitthvað að kóka og þannig að ég held bara, já, ok, bara en svo bara gerist þetta og ég er búin að réttur síðan og þetta, ég veit, get ekki þú veist, og ég þarf ekki að útskýra bara að þetta gerðist, þetta er alveg sem með tóbaki ég byrja að reykja 6 ára gamall og ég er búin að reykja bara alla mína ævi og nokkru sem ég er búin að reyna að hætta og alls konar tilraunir og ég er búin að og svo bara, þú veist, þetta er erfiðasta dópið allt sem sennilega er tóbak er sennilega það sem er með mesta power af öllu þessu stöffi svo fór ég og ég hitti mann sem hétt Þorsteinn Blöndal og er sérfræðingur, lúnasérfræðingur og líka eitthvað sem tengist reykingum og krabba og eitthvað svona. Ég ætlaði að reyna að fá hann til að selja, vera með mér í dílnum og hvort ég gæti ekki bara reykt eina sígaret á kvöldi og þú veist, ég reykti 2 pakka á dag og hann horfði á mig og sagði að þetta er góð hugmynd og ég bara, yes! Að þá staðan en Bubbi við vitum ekki hvaða sígaretta tryggara krabban og það ég náði þessu svo hræðilega ég bara, fuck maður svo fór ég út kveikti sígarettu og þetta var pappahelgi og ég hafði gefið í reykingarnar af því að ég var svo miður mín eftir skilnaðinn og ég hugsaði, ætli þetta sé sígarettan sem drepur mig og þetta var bara kling, 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 kling svo kemur Brynjar Úlfur sonur minn til mín og við erum að lesa Oliver Twist sem sagt alltaf fyrir svefnin og ég fer út ég bjó þá í Fannahvarfinu hafði keypt mér þar sem sagt í Raðhús og ég er að reykja og svo kem ég inn og þetta er í júlí, þetta er í kringum 3. júlí og 4. júlí var daginn eftir og við erum að fara að lesa þá ýtir hann með frá sér og segir, pabbi, það er svo vond lykt að þér og bara hann segir þetta og röddin bara, ég er hættur ég hef ekki reykt síðan og svo kom og ég hugsaði, hvað á ég að gera? Ég var bara brjálaður og ég var alveg rosa veikur í sólarhring svo fer ég í veiði 14. júlí í Hítará og ég reykti rosa mikið í veiði og ég hugsaði að ég get hægt að reykja frá 7 til 10 frá 10 til 12
frá 12 til 3, frá 3 til 6, að ég þekki mig. Ef ég kemst í gegnum fyrstu 12 tímana, þá mun ég ekki reykja framar. Og svo var ég bara að veiða og svo var svo gaman að veiða og ég glemdi mér í smá tíma og svona, og svo bara allt kom í kvöld og svo bara, þegar ég var að fara að sofa, þá segi ég, ok, nú veit ég man aldrei reykja aftur. Og ég hef ekki tekið smók síðan, en ég gerði annað. Ég hef alltaf tekið ímyndaða 2 pakka, andverið þeirra og þess vegna get ég veitt lax. Já. Ég nota reykingapeningin Og lagt það til liðar. já, og þess vegna þegar fólk eitthvað að pilla á mig, sko, þú veist þessi flottar æfis áttur, þá segir ég bara hætt að drekka og notaði peningin í eitthvað sem þið langar að þannig að og það ótrúlegt hvað 2 pakkar af sígarettum geta gefið þér geggjaða líðan maður þegar þú reykir ekki. Rétt. Þannig að þarna hættir þó að var það ekki Eiríkur Jónsson sem reyndi síðan að telja fólkinu trúum og væri vallin? Já, einmitt. Það var nú meiri vitleysa. Já, það var á hámarki slúðublaðamennskan á Íslandi þegar hér og nú og séð og heyrt voru í samkeppni. Já, þetta var eitthvað. Það var. En það voru, sko, ég man að fólki mitt hafði samband, sko, börnin mín fór að gráta. Sjálfðu að ég væri byrjar að... Já. Greta mín fór að gráta og ég held ég væri byrjar að dopa. Já. Og ég þurfti að hringja heim og veiði, sko. Tilkynna öllum að þetta var allt í lagi, ég væri ekki dopa. Já, þetta náttúrulega agalegt. Þú veist, en bara svona þetta. Í dag myndi ég takla þetta kannski eitthvað öðruvísi, en svona bara gerðist. Já, Greta, hún fór síðan í jógakennaranám í Indlandi með össavinu mínum. Já, einmitt. Já. Er hún ekki hún að gefa mér afabörn og að brillera og bara rosa flott stelpa og börni mín öll eru bara ég bara barnalán og ég heppin og þau umbera mig og ég veit ég ekki hefðbundin pabbi og í sumum í sambandi við suma hluti gerði ég mitt besta og dreif ekki upp einhverja brekkur, en gerði mitt besta og þú getur aldrei gert meira en það. Nei. Þannig að ég löngu hættur að horfa tilbaka og segja, sko, þú þessu skítallastu eða voða stóðstuð illa eitthvað svona. Ég gerði mitt besta og dreif ekki lengra þá. Í dag reyni ég að tækla öll verkefni sem að ég fæ allavegna með það hugafar að reyna þá að gera mitt besta af heilum hug. Og það það sem mikilvægast. Ef þú ætlar að skúra á gólf, gerðu þitt besta. Ef þú ætlar að vaska upp, gerðu þitt besta. Ef þú ætlar að elda mat, gerðu þitt besta. En þetta ekki svolítið essensin í hugleiðslu? Að gera eitt hlut í einu og vera að gera hann þegar maður að gera hann. Eins vel og maður getur. Já, meðal annars, þú veist, ég held bara, sko, að þetta eins og með tónleikana, upp á líf og dauða. Upp á líf og dauða, gerðu þitt besta, ekki skilja við þetta hálkák, eitthvað svona. En svo Hrafnhildur, sko, hún alveg duglega að láta mig heyra, en þetta, þú gerði þitt besta, já, en það bara duði ekki til þarna. og þá það stundum, sko, eldhúsþrif. Það svoleiðis? Já, og svo bannar hún mér að ég má ekki sem sagt, ákveðna þvotta. Hún segir ég eyðileggi það. Já, stillir og vitlausar stillingar á þvottavélinni? Ná, ég hef verið að lita þvott stundum og ok, en svo á, sko, öðrum sviðum, sko, það sem hún hefur handa okkur og börnunum ótrúlegur hæfileiki að hrósa. Og þegar ég kynntist inn og hún átti litla stelpu sem var bara kornabarn, en ég sé það bara hvernig hún reynir að vinna með börnunum okkar, sko. Ég held ég hafa aldrei heyrt hana segja eitt neikvætt orð við þau. Og ég meina, hún hrósaði, þau voru lítil, þá hrósaði hann þeim fyrir hvað þau duttu fallega. Já. Já, og vá, hvað það var flott dett!
Vá, í alvörunni skilurðu og hérna, já og hún Það talandi hrós og þú sagðir áðan þar sem þú hefur afrekað og svo hefur nefnt hroka. Ekki þetta dálítið mikilvægt sko, þegar maður er uppfullur af hroka, þá á maður erfitt með að raunverulega segja bara vá, ég er nú búin að gera mjög flotta hluti, hrókalaust. Þannig að ef þú horfir tilbaka núna, þá er það engin hroki þegar þú segir ég er bara óbáslega stoltur af öllu því sem ég afrekað. Bara, já, ekki orð. Ég bara, vá, já, yfir 800 lög. Ég ætla að segja, það liggja eftir því náttúrulega fáránlega marga plötur. Já. Og fara út á ljóðaakurinn, gefa út ljóðabækur og óttast ekki. Þú veist, hlusta á þína innri rödd, hlusta á líkamann og hafa trú á þér. Þú veist, að ef við segjum að sko vitundin sem er annað en heili, vitundin skilurðu mig og þá getum við sagt sko þegar við erum að takast á verkefni þá er bara líka minn bátur, þú veist, þú ferð út og hann sekkur ekki. Það er svo góð tilfinning og bara þú veist og þá kemur þessi kjarkur bara nú förum við út, já, geggjað og svo bara stekkur borð og íti frá og þú veist, hann mun ekki sökkva þessi bátur. Og þetta er svo góð tilfinning að vera þarna. Svo auðvitað, sko, svo erum við mannlegir, svo kemur evi og það koma alls konar hlutir og þeir eru bara mannlegir og þá bara tæklaru það, þú veist, þá ertu ekkert að dvelja við það, skilurðu mig. Ég þekki mig orðið það vel, sko, ég veit að slæmi hlutir hafa áhrif á mig og góði hlutir hafa áhrif á mig og þeir hafa svipuð áhrif. Þeir setja mig í sveiflu. Og þannig að ég Þarftu að passa það á sveiflunum? Já, ég bara, þú veist, þegar eitthvað gengur rosalega vel, þá tek ég alltaf utan á það, bara, og sama þegar að óttinn kemur, kontu, og bara, svona, þetta er allt í lagi. Bara, og sama núna, þegar ég horfi tilbaka, horfi á ferilinn minn, og ég var að gera plötu núna, mér finnst þetta besta plata sem ég hef gert. Og mér leiði svoleiðis með seinustu plötu líka og þar seinustu. Ég er alltaf að gera mína bestu plötu. Það er leiðin til árangurs. Og það er ástríðan sem skilar þið þangað. Og það er það sama sko að með allt sem ég geri að ég legg mig 100% fram. Algjörlega. En nú er ég farin að fatta sko að það er bara vegna þess að þannig er ég innréttaður. Innréttingin mín er svona. En þetta er hægt að valda mig vandræðum. Þetta er farið að skila mér velíðan og góðum tilfinningum. Og hvernig ég hef tekið eftir í aðeins á Instagraminu þínu svona að þú ert að gera þessa plötu og þú ert búin að vera að vinna dálítið með ungu fólki sem að Auður. Já, Auður. Er ekki Bríet aðeins búin að vera að vinna með? Bríet og GTRN. Já, GTRN. Já, þær Er ekki gaman að því þú Já, ég hlusta svo mikið á þetta fólk. Já, ég sko bæði sko Guðrún, seinasta platan hennar getur vel verið að stíki vinsælasta platan hennar, en algjörlega geggjuð plata. Gjörsamlega geggjuð plata. Afsakanir, þegar ég heyrði þær, plötuna sem að Auður gerði, sko, þá vissi ég þetta, sko, að þarna væri listamaður sem að hefði eitthvað miklu meira en obbinn af hans kynslóð. Hvað var það sem að náði þér svona við þetta? Það var röddin, einlægnin, textarnir auðvitað alveg ótrúlegir og magnaðir og svo þessi samsetning og Bríet hefur þó hún sé ekki nema, sko, ekki nema, ég meina við vorum að svipa aldrei bara, ég held ég að verið 3 árum eldri þegar ég gaf út Ísbjarnar Blues en ég var að svipa aldrei þegar ég var að semja hann, en hún er 21 árs og hún hefur verið að gera, sko, það halda margir að Bríet sé bara eitthvað sem að, sko, sé bara nýkomið, þú veist, hún er búin að vera að mjög lengi. Einmitt. Og
og verið að syngja alls konar hluti, mikið jazzskotið og síðan hérna er hún núna, það er að koma fyrsta platan hennar og koma út bara núna eftir einhverja daga og lagið Esja er þetta brjálaðslega vel heppnað og það er lag á plötunni minni sem að mun svo verða singull janúar, februar sem að þær syngja á sem ég ætla ekki að tjá mig meira en á mjög líklega eftir að hérna slá í gegn. Ég veit það ekki, en ég held að það muni vekja mikla eftirtekt og umtal og Auður spilar gítar, sólógítar á plötunni og allt er þetta listamenn sem ég hlusta á, þau eru bara í bílnum hjá mér, bara á repeati og það skiptir máli sko Haki hérna sem að datti óvænt inn með vinsælasta lag ársins og hérna þar eru við saman þannig að ég get ekki kvarta þegar ég á vinsælasta lagið í aldurshópnum 18-20 ára Það lítur að vera mitt hérna kunst að endur uppgötva sig inn í nýja aldurshópa Nei Er það ekki? Nei, sko ég held bara ef þú ert það sem þú ert og ert ekki sko leið og ferð elda tískuna þá áttu döður af því að þegar þú kemst á hornina sem þú heldur í tískan þá er hún að næsta horni þú mátt aldrei ná henni, hún er eins og regnboginn tískan er bara momentið, augnablikið staðsetningin, tímasetningin það er það sem gerist þetta er eins og því ég gerði Ísbjarnarblús ég var ekkert vissi ekkert ég var að fara að gera byltingu Nei. Skilurðu mig, ég var bara að gera plötu fullur ástríðu en á réttum tíma það var réttur maður það var réttur staður allt datt inn með þannig er tískan en þegar þú heldur sko hei, hann gerði þetta svona, gerum þetta líka Einmitt, það virkar ekki Nei, það virkar ekki En hvernig er að gefa út plötu í nútímanum? Þú veist, nú er þetta náttúrulega það er að talað að gefa út plötu en þetta er náttúrulega bara að fara á Spotify Nei, ég gef út vínil Senasta plata var 2-faldur vínil okay. Selur maður eitthvað svo leiðis í dag? Já, hún seldi ég veit ekki 1500 eintök, 1500 eintök okay. og hérna 2-falt album og ég held að vera annað meðist selda plata ársins Einmitt. og hérna og svo fer þetta á Spotify og þar er ég rísandi Er það ekki aðeins skárra einmitt svona, mér finnst listamenn fyrst töluðu dálítið illum Spotify en nú er þetta Já, við eigum ekki annar að kosta völ en líka þegar að maður kannski þegar það fara alltaf fleiri og fleiri lögarnin fleiri og fleiri fara að hlusta og síðan tikkar þetta bara áfram og þá náttúrulega kannski fer þetta verða aðeins skárra tekjulega Já Er það ekki? Jú, en Hann fara að kalla þetta gott, þetta er tímabundin Já, það er þú veist skóla á Kjalarnesi segi og allt það en jú, sko þetta er Sölvi þetta er fer batnandi Er það ekki? Jú, þetta fer batnandi en hins vegar er þetta ennþá eitt stæðsta arðrán tónlistarsögunar og hérna og er af stærðagráðu óþekktri sem hefur ekki sést við erum að tala um bara tónlistarlega séð erum við stödd í Suðurríkjánum 1784 það er bara svo leiðis En svo neytir sér kvikindi að borga mér fyrir að skila þeim podcasti Já Ég fæ ekki einu svona hálfa krónur Nei, og þar er hérna önnur leið til þess að fara að það er að stofna sína sko bara eigin podcast síðu bara á netinu og það er hægt að kaupa og það er hægt að nálgast Jú, en síðan er náttúrulega alltaf það sem tónlistamennir eru náttúrulega að vinna með það er alltaf value svo ég sletti í því að mjög margir heyri efnið þitt sem síðan skila sér í þó öðrum tekjum þar að segja að þú ferð og giggar eða allt í henni meiri eftirspurn eftir fyrirlestunum mínum og svona það er þannig
en hins vegar sko að eru við að glíma við rosa skrýtna tíma með þetta. Ég held að muni vindast af þessu hægt og rólega og alltaf finnur vatnið sér sína leið. Þú veist, það skiptir engu máli. En hvernig virkar, þú ert búin að kaupa tilbaka höfundaréttin og alltaf lögunum, eða ekki? Jú. Þannig að... Það er réttara sagt, ég átti alltaf höfundaréttin. Já, hvað var það sem er keyptur? Í rauninni, sko, var það sem að ég framseldi, sem sagt, tekjur og stefgjöld. Já. Þannig að núna allt svona eins og Spotify og svona, það fer til þín núna? Mín og Öldu. Ég er með útgefanda sem er Alda Músík, sem er algjörlega frábært fyrirtæki og verð nú bara að segjast eins og og ég er með 40 ára reynslu að þeir eru algjörlega að brillera. Þú veist, það eru alltaf þessar sögur sko, ef þú ert í áhrifastöðu eða með fólk í vinnu, þá er alltaf eitthvað sá og sitt skítall og allt þetta, en mín reynsla af Öldu fyrirtækinu og því fólki sem þar stjórnar, hún er algjörlega kvittað upp á 10. Ég er gríðarlega sáttur að vera þarna. Mér finnst þetta með ólíkindum hvað þeir hafa verið að gera og í rauninni að hafa þeir haft bara áhrif til góðs á feril minn. Já, hvernig þá? Bara... Í gegnum Spotify og samfélagsmiðlana og annað, sko. Ég veit úr tímabundin, rétt á lokum. Þú ert náttúrulega búin að gera gífulega margt, upplifa gífulega margt. Ég spyr suma að þessu hérna svona í lokinu. Ef þú verður að gefa, ég veit að 18 ára Bubbi myndi kannski ekkert hlusta, en ef við gefum okkur hann myndi hlusta, ef þú verður með alla reynsluna sem þú komið með núna að gefa 18 ára Bubba ráð og hann myndi hlusta á þig, hvaða ráð myndir þú gefa honum? Ekki breyta neinu. Þetta fannst mér gott. Takk æðislega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig.